Hann á afmæli í dag, hann á afmæli þannig, hann á afmæli í dag, hann 25 í dag. Í ár eru 25 ár liðin frá því að eskfiska rútufyrirtækið Tanni Travel var stofnað. Á dögunum var því fagnað með pompi og prakt en þá var öllum þeim sem höfðu áhuga boðið í sunnudags rútuferð inn í Fljótsdal og Héraði. Farið var á 4 rútum og stoppað á helstu stöðum á leiðinni eins og Vallanesi, Skriðuklaustri, Óbyggðasetri Íslands og Snæfellsstofu. Díana Mjöll Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri fyrirtækisins, segir fyrirtækið eiga sér langa forsögu en faðir hennar, Sveinn Sigurbjarnarson, byrjaði með rekstur hópferðabifreiða í kringum 1970 sem vatt svo heldur betur upp á sig. Árið 1993 þá breytist fyrirtækið úr því að vera í rauninni svona meira bílaverkstæði yfir það að vera bara ferðaþjónusta og þá er Tanni Travel stofnað og auðvitað vorum við með, ekkert rosalega marga bíla og vorum að sinna heimasvæðinu og svona, já, þeim sem komu á Austurland. Það er í kringum 2007 sem að fer síðan svona að verða meiri túrismi á Austurlandi og við förum að taka til dæmis á móti skemmtiferðaskipum og erum búin að vera að þjónusta þau núna í þá þetta 11-12 ár. Við auðvitað stækkuðum eins og margir aðrir á uppbyggingatímanum svokallaða þegar að Kárahnjúkavirkjun var í fullum gangi og var verið að byggja álverið. Þannig að þá vorum við með starfsmannaakstur. Árið 2012 tóku þau ákvörðun að fara meira út í vöruþróun fyrir erlenda ferðamenn og stofnuðu vörumerkið Meet the Locals þar sem þau taka á móti fólki og sýna þeim Austurlandi með augum heimamannsins. Díana tók síðan við framkvæmdastjórastöðu á föður sínum fyrir 5 árum síðan en fyrir henni kom aldrei annað til greina en að vera með í rekstrinum. Það skemmtilegasta sem hún gerir sé að skipuleggja og að þetta fjölbreytta starf eigi vel við hana. En hvað er að gerast í dag? Já, í dag erum við í 25 ára afmælisbíltúr. Okkur fannst þetta bara skemmtilegt að gera eitthvað svona sem tengir okkur við okkar fólk sem hefur verið að ferðast með okkur í gegnum tíðina. Og sunnudagsbíltúr var eitthvað sem kom upp í einhverjum samræðunum þegar við vorum að hugsa þetta og bara frábært hvað margir eru með okkur í dag, það er í kringum 150 manns og allir þessir aðilar náttúrulega hérna sem eru að taka á móti okkur, það hefði ekkert verið hægt án þeirra því að samstarfsaðilarnir eru alltaf ekki síður mikilvægir heldur en hvað annað. Við erum að fara Fljótsdalsveginn. Já. Af hverju völdu þið þessa leið frekar en aðrar? Þetta er gamal gróin ferð sem við erum búin að vera að keyra núna í öll þessi ár og lengra aftur í tíman. Þannig að það bara, það kom eiginlega bara strax upp í hugan að fara þennan hring. Og þetta gaman að, það eru eins og bæði Óbyggðasetrið og Vallanes eru svona staðir þar sem kannski fólk hefur ekkert endilega komið, jafnvel Snæfellsstofa. Mjög margir hafa komið í Skriðuklaustur en já, þetta bara svona varð úr. Hjá Tanna Travel vinna 10 heilsársstarfsmenn og bílarnir eru 17 talsins eða 750 sæti en með því ná þau að sinna nánast öllum verkefnum sem þau fá. Þið eru eiginlega bara öll hér fjölskyldan, maðurinn keyrir og öll börnin eru með. Já. Sýna þau sem mikinn áhuga, heldur þau takið við þessu? Þau eru ofboðslega duglega að taka þátt og aðstoða og þrífa rúturnar og annars svona þegar mikið er að gera og við þurfum auka hendur. En það verður að koma í ljós. En klárlega er bara okkar markmið að skila fyrirtækinu þannig þegar við hættum að vinna að annað hvort þau geti tekið við því eða einhver annar sem hefur áhuga á því að halda okkar starfi áfram. Hér var oft í kotti kátt, krakkar léku saman. Þar var löngum hlegið hátt, henta mörgu gaman. Út stéttar urðu þar einar skrýtnar sögur, eða saman safnast það sumarkvöldin fögur. Hefurðu oft farið í rútuferðin með Tanna Travel? Nei, aldrei með Svenna. Það eru mörg ár sem ég hef farið í svona rútuferð. En hefurðu heimsótt alla þessa staði eins og Óbyggðasetrið og Snæfellsstofu? Ég hef búin að koma þangað, ekki Snæfellsstofu.
Óbyggðasetrið komið og náttúrulega oft hérna í Klaustur. Ég kom hingað með Fáskrúðsfjarðarskóla og síðan hef ég, já, ég hef komið á alla þessa staði. En eftir öll þessi ár, hver skyldi nú vera eftirminnilegasta ferðin? Já, náttúrulega margar mjög eftirminnilegar. Ég er náttúrulega búin að vera að ferðast með mömmu og pappa frá því ég var unga barn og margt svona skemmtilegt sem hefur gerst bæði í fjallaferðum og erlendis. En kannski það sem er eftirminnilegast og það er áður en svo sem að fyrirtækið heitir Tanni en það var samt á snjóbílnum Tanna. Það var þegar við fórum yfir jökul og lentum í sprungu og sátum á tönninni að framan og olíutanknum aftan og þetta var náttúrulega fyrir mig 13 ára eða hvað ég var ótrúlega mikið ævintýri og ég segi nú oft á tíðum að það er nú svolítið gott að ég var bara svona barslega, já, hvað segir maður, saklaus og skildi ekki alvöru málsins. En það náttúrulega munaði mjög litlu ef við færum onni í sprunguna með mann og mús. Á döfinni hjá Tanna Travel er margt og mikið enda sumartörnin að byrja en í haust er plönu ferð á vegum fyrirtækisins til Austurríkis sem uppselt er í enda verulega vinsalar ferðir að sögn Díönu. Eins er Færeyjaferðin fræg á dagskrá sem farið hefur verið í árlega síðan 1984. Fyrir áhugasama mælum við með að kíkja inn á heimasíðu Tanna Travel.